Svo lesum við frá 4. versi. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Hvaða menn eru þetta? Auðvitað eru þetta þessir hinu hólknu. Aðrir menn ekki á himni nema þeir sem fóru eins og með Jesú þegar hann dó og Golgata, þá opnuðust grafirnar og fjöldi helgra manna risu upp. Auðvitað fóru þessi með Kristi til himins. Svona menn eins og Móses sem var reistur frá dauðum og Elía sem smakkaði ekki dauðan, eða Enok, hann smakkaði ekki heldur dauðan. Þessir eru á himni í dag, en aðrir menn ekki þar. Svo að þeir sem eru þarna, að menn settust í hásæti og dómsvald var þeir fengið. Hvað þeir að gera? Það búið að dæma þegar Kristur kemur. Sem sagt, Kristur búinn að vitna fyrir föðurnum í hinum himneska helgidómi. Musterinu sem að Hebreabréfið, hvað það, 8. og 9. kafli tala svo mikið um. Þar okkar raunverulegi æðstuprestur að störfum, það Kristur. Og meðan náðartími ríkir, þá hann þar. Þegar hann yfirgefur helgidóminn á himni, þá það til þess að koma hingað til jarðar. Þá náðartíminn á enda. Svo að þessir menn sem hafa flotið hjálpræði og Kristur hefur tekið til himins, þeir fá að skoða bækur himmisins. Þeir munu komast að sömu niðurstöðu og Guð Faðirinn og Guð Sonurinn. Að þessi, þetta mitt fólk, heyrist aftur og aftur í hinum himneska helgidómi, af því að þeir játuðu Jesú Krist sem drottinn og frelsara og lifðu fyrir hann. Þessi fá að setjast í dómarasæti. Með öðrum orðum, allir sem verða hólknir fá að komast á raunum, af hverju kom ekki frændi minn, eða faðir minn, eða móðir, eða systir, eða bróðir, af hverju þau ekki hérna á himnum? Nú ég bara búið til dæmi. Við munum fá að sjá ástæðurnar. Það allt skráð í bækur himmisins. Allar gjörðir okkar. Og svo önnur bók sem kölluð lífsins bók. Og þar eru nöfn hinn og hólknu, alveg sérstaklega. Svo að menn fá þarna nógan tíma til þess að rannsaka af hverju var ekki Guð búinn að dæma fyrir löngu síðan hið illa til eyðingar, tortímingar. Í stað þess að láta menn vera að kveljast og börn svelta til dauða og svo framvegis, bara svo ég nefni fáein dæmi. Það mjög gild og góð ástæða fyrir því. Við komum að því rétt strax. Svo segir, og ég sá sálir þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburðar Jesú og sakir orðs Guðs. Fyrir það að taka mark á orði Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbeðið dýrið, né líkneski þess, og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Sjáu þið? Það eru þessi sem lifnuðu þegar Kristur kemur að sækja fólkið sitt og ríktu með honum í 1000 ár. Og fá að sitja í hálsætum og skoða bækur himmisins og þeir munu kveða nákvæmlega sömu dóma og Guð Faðirinn. Fyrr getur Guð ekki í tortím synd eða syndurum eða Satan, fyrir en að allir sem eru hólknir eru komnir inn í himininn og komast á sömu niðurstöðu. Þetta voru réttlátir dómar. Og ef við lesum 4. og 5. kaflan í Upprunabókinni að þá komist til að raunum að hinni hólknu ásamt himnesku verum, segja og syngja í sífellu, réttlátir eru dómar þínir. Það ástæðan fyrir því að þeir geta sagt þetta, því þeir eru þarna í 20. kaflanum sagði vera að rannsaka bækur himmisins. Dómsvald var þeim fengið. Þeir gáttu þetta öðruvísi, komast ekki annarri niðurstöðu þegar þeir sjá hverja niðurstöður eða hverju dómar Guðs voru yfir okkur mönnum. En eins og ég getum áður núna bara undanfarin 1 eða 2 erindi. Dómurinn stendur yfir núna á himni. Hún líkur innan skamms. Og þá búið að kveða dóminn yfir öllum og Kristi kemur. Já, og þeir lifðu og þeir lifnuðu, inn í dánu og ríktu með Kristi 1000 ár. 5. versi, en aðrir dauðir, sjáu þið, réttlátu dánir, þeir lifnuðu
og voru umskapaðir, fengu nýjan eilífa líkama og halda til himins með frelsara sínum. En í 5. versi segir, en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Biðu í 1000 ár, meðvitundalausir, sofandi í gröfu sínum, þessi ranglátu. Og það er kallað fyrri upprisar, sko þessi risu upp á undan og fóru til himins. En hinir, það er kallað seinni upprisar. 7. versi, sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Hafið þið nokkuð tímann heyrt prédikað í kirkjum landsins eða meðal hinna ýmsu trúfélaga, hinn annar dauða eða það sem kallað hinn annar dauði? Jú, það getur vel verið, en það er ekki algengt. En hér er verið að segja að það er til dauði, en svo er til annar dauði. Því að þeir sem deyja, þeir geta átt yfir höfðu sér að deyja aftur og þá er það eilífu. En við þurfum ekkert að óttast dauðan, til dæmis núna, ef þú hefur gefið líf þitt frelsarann. Þú munt þá bara sofna og hvíla í gröfinni þar til Kristi kemur og kalla þig til lífsins. En fyrir alla muni lifið í dag svo að þið lendir ekki í því sem að hér er kallað hinn annar dauði. Við skulum skoða það aðeins betur. Nema að það segir, yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Og þetta gerist í borginni hinni helgu á himni. Ég legg áherslu á þetta með borgina. Þetta er staðurinn sem Kristur lofaði. Í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kafla, sem ég las henni í byrjun, ég fyrir burt að búa yður stað. Það eru marga vistaverur í hið öfra, en ég fyrir burt að búa yður stað, segir hann. Og þegar ég hefur búið yður stað, þá kem ég aftur og tek þau til mín. Þetta er borgin helga sem hann er að útbúa fyrir okkur, því að þessi borg með koma niður til jarðar. Takk ég bara eftir. Svo segir í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Til að gera hvað? Það voru allir dánir. Og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Segir það okkur eitthvað? Þegar hann leiði þjóðirnar afvega, þá voru þær bráðlifandi. Þetta er sem sagt að verða að segja þarna frá upprisu, þessari seinni upprisu. Og það er sem sagt, hún felst í því að nú rísa allir ranglátir. Ekki til þess að lifa eilífu, heldur til þess að heyra dómsúrskurðinn yfir sér og yfir Satan. Og það segir að í lok þessara 1000 ára, þá mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Hann mun hafa eitthvað að gera fyrir honum og föllnum englum hans. Og beið bara að bíða hér í 1000 ár og virða fyrir sér eyðilegginguna. Og ef þið lesið ýmsa spádóma Biblíunni sem Jesaja og Jeremía, að þá eru allar borgirnar í rúst, gjörsamlega í rúst hér á jörðu. Og auðn, og við munum sjá hérna á eftir í einhverju textan sem við bregðum upp á tjaldið, að það er engan mann að finna á jörðinni. Það á við 1000 árin. Nefn að það segir þarna í 8. versinu, að Satan, þegar hann er leystur út úr fangelsi sínu, mun hann ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Þeir eru bráðlifandi núna, inn ranglátu, og nú fær Satan eitthvað að gera.